búinn að fá 20 manns eða eitthvað til að koma og prófa að grípa í þetta og svo hef ég pússað og eitthvað og svoleiðis að ég er að reyna að gera þetta svoleiðis að það séu sem flestir ánægðir. Kristján Krossdal stofnaði fyrir ekki svo löngu fyrirtæki í kringum hönnun og smíði sína á byssuskeftum og kalla það Krossdal Gunstock. Hann sigraði ræsingu sem er nýsköpunarverkefni Nýsköpunarmiðstöðvar og Fljótsdalshéraðs. En hvaðan kviknar þessi byssuáhugi? Hann kviknar, hann kviknar ekkert. Hann hefur bara alltaf verið til staðar held ég. Ég man aldrei eftir öðru en að einhver væri með byssu í kringum mig, einhver veiðimaður. En að þú hefur verið ungur byrjaður að skjóta? Já, maður fekk svona, ég man eftir því svona, maður fekk að taka í gikkinn þegar maður var 5 ára. Það er svona fyrstu hjá pabba gamla sko. Og svo hefur þetta bara, já, alltaf fyllt manni byssur og byssu áhugi. Upp! Þú hefur verið að keppa líka? Já, ég finnst það voðalega skemmtilegt. Það er bara hluti af þessu áhugamáli. Ég náttúrulega keppti hérna á Skaust töluvert með rifflum og haglabyssu áhugin þar er að aukast. Svoleiðis að ég stóð fyrir 4 mótum núna síðasta sumar og tók þátt í þeim. En svo tók ég líka þátt í töluvert af mótum bæði á Akureyri og í Reykjavík þegar ég bjóð þar. Hvaðan kemur hugmyndin af því að smíða skefti? Það hefur verið svona veturinn 2011-12. Þá var ég eitthvað að vafra á YouTube og rakst á græju sem að kallar duplicator eða hermikráka. Ég hef alltaf haft voðalega gaman á því að gera eitthvað í höndunum. Með þessa hermikráka þetta er græja sem að þú getur sett raunverulega hvaða hlut sem er, en í þessu tilfelli setur tilbúið byssuskefti og óunninn spýtukubba við hliðina í græjuna. Og svo er hérna fræsari og fylgipinni sem eltir þetta svoleiðis að þetta er svona hermir eftir skefti og býr til annað eins. Það er svona kveiknaði hugmyndin að akkur geri ég þetta ekki. Er þetta svipuð græja og sást á YouTube? Já, þetta er svona mjög svipað. Ég vil meina hún sé aðeins betri. Ég hugsaði þetta út frá fjöðrunarkerfi í bíl sem er svona kallað forlink og á græjunni sem að ég sá að þar var aðeins eitt stífubúnt, svoleiðis að fræsipinnin hann fór í boga þegar maður færði hann upp eða niður. Hermikrákan sem hann smíðaði er ekki bara bundin við það að gera byssuskefti eða að vinna úr við. Kristján ætlar henni stærri hluti. Reyndar með hugmyndir að endurvinna plast og vonandi einhvern daginn að geta framleitt skefti úr plasti. Því að það er náttúrulega gríðarlegt magn af plasti sem að fellur til alls staðar og bara hjá bændum og rúlluplast og skyrtallar. Ég er búinn að gera tilraunir með skyrtalla, bræða skyrtalla og smíða úr þeim. Já. Og gekk það? Já, ég hef verið að búa til litla öxla sem er að renna svona hitt og þetta úr, en það er alveg, gæti verið möguleiki að einhvern daginn að smíða skefti úr skyrtöllum. Hvenær kviknaði hugmyndin að fara með þetta lengra? Þegar ég flutti austur og þá fór ég fekk ég skrifstofu aðstöðu niður á gamla kaupfélagskontor sem við köllum Hugvang í dag og þar ræða menn allavega hugmyndir og þar á meðal ræddi ég þessa hugmynd einn góðan viðudag. Fór að segja samstarfsfélögum mínum frá þessu og ég veit ekki af hverju þeir eru nú sko einn þeirra hefur til dæmis engan áhuga á byssum en þeim fannst þetta eitthvað spennandi hugmynd og ákvað að þeir vildu leggja pening í verkefni, svoleiðis að þar svona byrjaði þetta að verða að einhverju meirum bara hugmynd í kollinum á mér. Eftir að hafa unnið nýsköpunarkeppnina þar sem skila þurfti inn fullbúinni viðskiptaáætlun fekk Kristján 1 milljón í verðlaunafé. En hvað er það næsta skref? Viðskiptaáætluninni er mjög víða minnst á CNC-fræsara sem er ekki til nú þegar og það er fjárfesting sem að við þurfum að fara í til að geta fjölda framleitt skeftin okkar. Ég er nú þegar búinn að smíða hermikráku sjálfur sem að eins og ég sá þarna í YouTube-vídeóinu sko og hún virkar en það er græja sem að hentar ekki til fjöldaframleiðslu á vöru. Hún skilar bara ekki nægum afköstum. Kristján hefur með hjálp styrkja og velunara náð að safna fyrir CNC-fræsara. En er það dýr fjárfesting? Fyrir svona lítið batteri sem er ekki farið að selja neitt og er raunverulega bara hugmynd og eitthvað sem er að vonast til að verða veruleika, þá er það já. En hverju sækist fólk eftir með sérsmíðuðum skeftum? Með því að kaupa
svona sérsmíðu skefti raunverulega, og þó þau séu fjöldaframleidd, að þá eru menn að sækjast eftir ákveðnum eiginleikum sem eru yfir höfuð ekki í þessum fjöldaframleiddu verksmiðju skeftum. Gripið eru öðruvísi, þau eru jafnvel með stillanlega kinn og afturpúða, svoleiðis að þú getur lagað byssuna að þér miklu meira heldur en með þessum hefðbundnu skeftum, sko. En notar Kristján sjálfur krossdalskefti? Já, ég er búinn að smíða eitt. Það reyndar verður nú ekki fjöldaframleitt. Það er bleikjan. Bleikjan? Já, það er svona 22 kalibera keppnisriffil orðin í dag. Og virkar það? Hann gerði það nú reyndar ekki vel í síðasta móti, en hann er fallegur. En skiptir útlitið miklu máli þegar kemur að byssuskeftum? Það fer nú eiginlega alveg eftir því hver er. Sumir spá mikið í útlitinu, en aðrir spá nær eingöngu í praktíska gildinu á skeftinu. En þú ætlar að sameina þetta, útlit og praktík? Já, ég geri það. Þau verða að líta vel út og þetta er náttúrulega... Ég er ekki að fara að keppa við Kínamarka, sko, eða svona ódýrustu skeftin. Ég er að fara að framleiða gæðavöru, íslenska gæðavöru. Það er ekki annað hægt en að dásta þessu framtaki á Kristjáni. Og það er alveg á hreinu að það þarf fleira unga og drífandi frumkvöðla. Stofnuðum fyrirtæki og kona mín og erum búin að vera berjast áfram í því að koma því á stað. Vef og hönnunarfyrirtæki og með þetta náttúrulega svona meðferðir. Ég veit ekki, við gætum sko verið einhvers staðar í launaðri vinnu með hærri laun en við erum með í dag og unnið helmingi minna. Við viljum gera þetta. Ég hef gríðarlega ástríðu fyrir þessu verkefni og eins og ég hef alltaf sagt það er sama hvort ég fái fjármagn eða hversu mikið. Ég mun alltaf gera þetta tekur bara lengri tíma.